Komið sælublessuð, kæru jarðarmerki. Nú ætlum við að kíkja aðeins á helgina framöndan. Hvaða orku helgin fær ykkur? Hvað eru að fara að bralla? Hvað þurfum við að takast á við helgina? Hvernig verður helgin fyrir jarðarmerkin naut, meyju og steingeit? Reykelsi fær að vera með. Eins og hjá loftmerkjunum er búið að vera mikið að vera. Einhvers konar álag sem er að baki og jarðarmerkin eru búin að vera dugleg í því að njóta lífsins. Uppskera og fagna í góðra vinahópi og deila góðum tímum og góðum tilfinningum með sínum nánustu eða vinum og vandamönnum. Það er kannski það sem að svona helgin byrjar með hjá jarðarmerkjunum. Það er sem sagt að slaka aðeins á og kasta frá sér byrðunum. Kannski eru þetta vinnutengdar byrðar eða einhvers konar streita sem er búin að vera að hrjá ykkur. Veðrið getur valdið líka erfiðleikum fyrir marga eins og það er búið að vera hjá okkur undanfarið allavega. En það er eitthvað við í dag að einhvers konar vísbending hérna að þið helgina mun ykkur svona veitast innsýn. Þið munu sjá hluti skýrt sem að ef til vill voru óljósir áður. Ég ætla aðeins að breyta hérna lýsingunni. Einhvers konar sannleikur sem að ef til vill mun ljúkast upp fyrir ykkur. Það geta verið hreinskilin samskipti og það að bara tala tæpitungulaust. Þið eru allavega í starthólunum fyrir eitthvað slíkt og kannski verða viðbrögðin ekki alveg eins og þið áttu von á. Þannig að ef til vill þurfið bara að taka því. En þið hafið þá allavega gert hreint fyrir ykkar dyrum. Það er ekki víst að allir séu með sömu sýn á hlutina og þið, kæru jarðarmerki. Og það er bara nokkuð ábyggilegt að þannig sé það. Þið eru að leitast hérna við að finna jafnvægi, gæti verið á fjármálum eða jafnvægi á vinnu og fjölskyldu og finna einhvers konar meðalveg þar á milli. Fyrir einhverju ykkar er þetta ef til vill bara það að halda heilsunni í jafnvægi og þá kemur veðrið aftur inn. Getur svo sannarlega haft áhrif á heilsuna. Þetta veðurfar sem við búum við akkurat núna, myrkur, umhleypingar, bleita kuldi, lægðir.
Svo getur verið bara akkurat þegar að þið hafi fundið svona ykkar jafnvægi, skulum við segja. Þá eru þið tilbúin, kæru jarðarmerki, til að taka við einhverju nýju. Það er einhvern veginn verið að tala að þið þurfa að setja sjálf ykkur í svolítið forgang, koma ykkur sjálfum á góðan stað og þá muni svona hlutirnir fara að gerast á jákvæðan hátt. Þið eru harða ákveðin í því helgina að láta ekkert samt raska ró ykkar. Það er staðfesta og svona einurð að taka bara því sem að höndum ber með bara kjarki og eins og ég sagði áðan heiðarleika. En ef til vill þurfið þið að sleppa tökum á einhverju. Gefa eitthvað upp á bátinn sem að hefur valdið ykkur vonbrigðum eða særindum. Það geta verið aðstæður eða manneskja eða einhvers konar verkefni sem að hefur reynst ykkur mjög erfitt. Því að það eru vonbrigði í þessum spilum og ákveðni að finna eitthvað nýtt og betra. Þannig að þið eruð að standa með ykkur sjálfum, kæru jarðarmerki, og eru svona svolítið að taka í taumana og horfa á það sem er satt og rétt, fókusa. Fókusa er mjög mikilvægt. Helgin færir ykkur líka þessa sterku karlorku sem getur líka verið í formi mannesku. Þarf ekki að vera karlmaður en karlorka er það og þetta er maður sem er hugrakkur, veit hvað hann vill, kjarkmikill, kraftmikill, ákaflega drífandi og svona leiðtogaefni, skulum við segja. Kannski er þetta orkan sem kemur inn fyrir ykkur í lok helgarinnar eða eftir helgina, eða það sem að helgin mun koma með til ykkar í kjölfarið. Því að þetta er síðasta spilið í lagninni og þetta eru svona áhrif sem að eiga kannski eftir að hjálpa ykkur varðandi það að taka ákvarðanir. Þetta er eldsorka líka því að þetta er kóngurinn í stöðum sem er eldur og eldurinn er auðvitað fullur af krafti og inspirasjón. Nú ef að þetta er manneskja eða maður þá er hann kominn til að drífa hluti áfram eða láta hluti gerast og hjálpa ykkur þá ef til vill að koma ykkur upp úr einhverjum sporum. Eða hjálpa ykkur af stað með þessa skýru sýn og þennan fókus sem að þið öðlist hérna. Sýnið sjálfum ykkur bara mildi, kæru jarðarmerki. Ef einhver særir ykkur eða hefur sært ykkur þá getur verið að þið séu bara ef til vill svolítið viðkvæm þessa dagana
á tilfinningasviðinu. Og svo eru hérna skilaboð líka að halda fjármálunum svona hafa útgjöldin í hófi, skulum við segja. Reyna að halda fjármálunum í ákveðnu jafnvægi og eyða ekki efni fram helgina. Fyrir mörg ykkar eitthvað sem að áður veitti ykkur ánægju, sem að gladdi ykkur, sem ekki lengur að virka. Þannig að það eitthvað hérna sem að þið viljið, eða eru það bara gefa upp á bátinn. Ég svolítið forvitin að vita hvað það Það sem þið eruð að fara að gefa upp á bátinn eru óraunhæfar væntingar. Vonir og væntingar sem að ef til vill eru bara loftkastalar. Og það að halda of fast í slíkt, það getur verið vani sem að þið hafið hingað til. Leyft ykkur að gera, en eitthvað segir ykkur að nú sé kominn tími til að breyta og sleppa þessum tálsýnum, skulum við segja. Þannig að það að verða einhverjar svona áherslubreytingar hjá ykkur varðandi áherslubreytingar varðandi skoðanir ykkar, skulum við bara segja. Þar sem að þið hafið áður haldið að ykkur höndum og haldið fast í hluti til að halda stöðuleikanum, þá eru þið núna bara tilbúin að sleppa takinu. Og leið og ég geri það, þá myndast rými fyrir eitthvað nýtt, fyrir annars konar hugsun, fyrir annars konar orku. Ok. Kæru jarðarmerki. Já, þið fáið spilið fjársjóðskista. Velgengni og að uppskera verðlaun. Akkúrat það sem ég var að meina með þessu að sleppa tálsýnum til að gefa rými fyrir eitthvað nýtt. Það í raun og veru þetta sem kemur inn í staðinn og þið munu ekki sjá eftir því að taka upp nýja siði eða tileinka ykkur nýjan hugsunarhátt. Þið munu græða á því margfalt. Spurning á hvaða hátt. Það geti verið fjárhagslegur ávinningur. Það geti verið tilfinningalegur ávinningur. Eitthvað sem að gerist óvænt. Það nú ekki á hverjum degi sem að maður rambar á fjársjóð eða kistur fullar af gulli. Hvað fjársjóður fyrir ykkur? Það getur verið bara misjafnt eins og þið eru mörg. En hvað sem það þá verður þetta allavega til bóta, skulum við segja. Gerir líf ykkar ríkara á einhvern hátt. Og þessi sterka kóngsorka sem kemur hérna inn, hún á eftir að færa ykkur líka einhvern aukinn kraft og nýja sýn á framtíðina.
ákveðna von, nýja von, nýjar væntingar. Ok, kæru jarðmerki, þannig var nú það. Ég vona svo sannarlega að helgin verði ykkur góð. Kæru þakki fyrir að horfa og hlusta. Ljós og kærleikur.